nýverið hefur verið tekið þátt í verkefni sem heitir El-Eco Team. Þetta verkefni snýst sjálfbærni og samvinnu. Það eru 6 lönd sem að taka þátt í þessu verkefni og við ferðumst á alla þessa staði og nemendur fá tækifæri til þess að vinna saman, þvert á menningarheima og fá mikla reynslu í samstarfi við hvort annað og þetta bara mjög jákvæð reynsla sem að skólinn og deildin hefur haft af þessu verkefni. Eitt af því sem skiptir mjög miklu máli við þetta verkefni það að sjálfbærni bara ekki eitthvað leiðilegt verkefni heldur fullt af tækifærum sem að við sjáum í bæði að búa til störf og finna nýja leiðir og það bara líka skemmtilegt að hitta fólk og skiptast á skoðunum og þetta bara svona stór hluti á svona verkefni. Varðandi nýja svona kennsluhætti þá ein hugmynd sem hefur komið upp sem við ætlum að vinna að það að koma upp sjálfbæri stofu þannig að við getum verið með eina stofu í skólanum sem knúin af þá vindorku, raforku og með svona varmadælu og við ætlum að reyna að þátta þetta inn í verkefni hjá nemendum. Í heimsóknunum þá eru nemendur skipaðir í vinnustofur þar sem þeir vinna saman, einn frá hverju landi þannig að þau þurfa að kynnast og finna sitt tungumál sín á milli. Þessar vinnustofur eru þannig að nemendur fá svona fyrirfram ákveðin verkefni sem þau að vinna en með sjálfbærni að leiðarljósi. Í þessu Erasmus-verkefni hafa allir kennarar rafdeildar VFMA tekið þátt og það gríðarlega mikilvægt að fá reynslu af því að eiga samstarf við aðra kennara í öðrum löndum, fá hugmyndir, fá innsýn í hvað þeir eru að fást við og geta miðlað og þetta bara gríðarlega mikilvæg reynsla sem að fær út úr svona Erasmus Plus verkefnum og sem mun nýtast bæði í kennslu og náttúrulega námi nemendana. Ég fór í ferð til Ungverjalands, Budapest snemma þessu ári. Mjög gaman, við vorum sett í 4 verkefni og við vorum 4 nemendur og 2 kennarar samtals. Hver nemandi fór í sitt verkefni og þar af leiðandi vorum við allir svona neyddir til þess að kynnast útlenska fólkinu betur og ég bara kynntist fullt af fólki og eignaðist marga vini og þetta var mjög gaman og ég myndi endilega mæla með að krakkar í skólanum myndi fara í svona verkefni.